Þúsundir íbúa á Austur-Úkraínu flýja heimaborgir sínar af ótta við hörð átök. Árásir á þá sem flýja stríðsátökin hafa vakið óhug. Erfiðlega hefur gengið að manna kjörstjórnir víða land eftir að ný kosningalög tóku gildi. Sveitarstjórnarmaður segir það vekja óþægindatilfinningu að þurfa að manna kjörstjórnir með óvönu fólki. Annaðhvort var misskilningur við kynningu á söluferli Íslandsbanka eða að þingið var blekkt. Þetta segir fulltrúi Pírata í fjárlaganefnd. Nefndinni skildist að selja ætti til stórra aðila en ekki lítilla fjárfesta eins og raunin varð. Emmanuel Macron hefur örugga forystu í fyrri umferð frönsku forsetakosninganna samkvæmt útgönguspám. Búist við að Marine Le Pen mæti honum í seinni umferðin eftir 2 vikur. Íslendingar keyptu ferðalög með ferðaskrifstofum fyrir 2 milljarða króna með greiðslukortum í marsmánuði sem nýtt met. Fjöldi fólks dvelur í heitari löndum páskana. Gott kvöld. Úkraínumenn segjast nú vera að snúa vörn í sókn og kalla eftir aukinni aðstoð Vesturlanda. Boris Johnson sótti Úkraínuforseta heim í Kænugarði í gær. Fantastic to see you. How are you? You're looking well. Yes. Unbelievable considering what you've been through. You are strong. I think so. Fantastic. Well, you're absolute heroes. Heimsóknin hefði verið nær óhugsandi fyrir hálfu mánuði en Rússar beina núna öllum sínum herafla að Austur-Úkraínu. Þar eru hörð átök framundan en Rússland hefur staðið í miklum herflutningum í átt að Donbass-svæðinu. Talsmenn Úkraínustjórnar segjast ætla að sækja hart að Rússum næstu daga og búa sig undir harða bardaga sem Úkraínumenn þurfið að sigra til að treysta stöðu sína við samningaborðið þegar þar að kemur en friðarviðræður hafa mestu legið niðri síðastliðna viku. Utanríkisráðherra Úkraínu segir úkraínska herinn einn þann öflugasta í heimi og ætli ekki að láta sér nægja að stökkva Rússum á flótta. We know how to fight. We are capable, but all we need is state-of-the-art weapons of all kinds supplied to us. So we propose to the West and to NATO a fair deal. You provide us with everything that we need, and we fight so that you don't have to step up in the fight, into the fight when Putin decides to test Article 5 of the North Atlantic Treaty and attack of one of NATO countries. Minnst 57 létu lífið í eldflauga árás á lestarstöð í borginni Kramatorsk fyrir helgi. Flestir að reyna að komast burt. Árásir á þá sem flýja stríðsátökin hafa vakið óhug. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Þeir standa þarna margir ennþá sem vitni hryllinginn í Butsja. Þessi með hvíta veifu sundurskotin að flýja úr bænum. Og í þessum eru líkamsleifarnar enn af konu og kettinum hennar, töluvert af fötum og tuskuhéri. Herforinginn sem í fylgd með okkur segir okkur konuna hafa verið hæfða í höfuðið. Це кулемет або з бойової машини піхоти, або з танку. Ми бачимо свідчення того, що російські збройні сили воюють з цивільними. Þrátt fyrir að orðið börn sé málað stórum stöfum á þennan vagn, hann sundurskotinn. Börnin lifðu af en móðir þeirra lét lífið í skothríðinni. Íbúar hér sem grófana í garði skammt frá bílnum báru ekki kennsl á líkið og settu því bara númeraplötuna á gröfina. Nýteknar grafir eru víða hér í görðum. Og þessi ber 3 nöfn, móðir og börn hennar, 4 og 7 ára. Amma þeirra gróf þau hér með hjálp nágranna síns. Мама є мама, вона хоче своїх діток зберегти. І вони поїхали. І ми їх не доїхали навіть. Їх розстріляли. Їхали навзустріч БТР. Skammt þar frá eru Vladimir og Tatjana að leita líki sonar síns í fjöldagröf. Така видніється і курточка. А у нашого сина така схожа курточка є світер, тому Og það einmitt risaverkefnið sem býður nú réttarmeinafræðinga lögreglunnar hér. Að bera kennsl á líkin sem streyma nú hingað til þeirra í kirkjugarðinni Butsja í tugatali. Öll nafnlaus, mörg brennd
og flest með sár eftir byssukúlu eða sprengjubrot. Наявні ознаки насильницької смерті, шкодження, наявні відсутні тілесні ушкодження. Þegar hver svarti pókin af öðrum opnaður birtist nýr óhugnaður og hugsanlega nýr glæpur. Все аналогічна зброя. Всі люди або розстріляні, або побиті осколками гранат розірваних снарядів. Побиття, тортури. Greftrunarmennirnir bæta við 5 nýjum pókum með líkum heillar fjölskyldu sem brann inn í bíl sínum og yfirmaður þeirra virðist að lotum kominn. Складно працювати, бо повинен пройти сапер, щоб не було ніякої міни чи гранати, а потім вже йде поліція і комунальне ритуальне підприємство. Og greftrunarstjórinn bætir við að á meðal líkana sem þegar hafa borist hingað hafi 20 verið fjötruð á höndum. Forseti bæjarstjórnar Akraness segir nauðsynlegt að endurskoða reglur vanhæfi fulltrúa í kjörstjórn. Allir aðalmenn í yfirkjörstjórn bæjarfélagsins þurftu að víkja eftir að reglunum var breytt síðustu áramót. Hann segir það veki upp óþægindatilfinningu að þurfa að manna nýja kjörstjórn með óvönnu fólki. Ný kosningalög tóku gildi áramótin og reynir í fyrsta skipti á þau í komandi sveitarstjórnarkosningum. Gerðar voru sérstakar breytingar á reglum þar sem hverskins fjölskyldutengsl hafa áhrif á hæfi fulltrúa í kjörstjórn. Áður gat fólk ekki tekið sæti í kjörstjórn ef foreldrar, börn, systkin eða maki voru í framboði, en nýju reglurnar ná til mun fleiri skyldmenna. Þetta hefur haft áhrif á skipan kjörstjórna víða land, meðal annars á Akranessi. Þetta hefur haft þau áhrif að af í rauninni 6 aðilum í yfirkjörstjórn, þar að 3 aðalmenn og 3 varamenn, eru allir aðalmennir vanhæfir vegna tengsla við frambjóðendur og 1 varamannana, þannig að það eru 2 eftir af þessu 6 manna hópi sem að geta haldið áfram störfum í yfirkjörstjórn hjá okkur. Að öðru leyti verðum við að manna yfirkjörstjórnina alla upp á nýtt. Við þetta tapist mikil reynsla. Þannig að nýja fólki sem að kemur inn, það hefur mjög skamman fyrirvara til að setja sig vel inn í málin og kynna sér réttindi og ekki síður skyldur yfirkjörstjórnarmanna og þá ábyrgð sem á þá er lagt. Þannig að þetta heilmikið verkefni sem að liggur fyrir þessu nýja fólki sem eru að koma inn. Hann segir slæmt að þurfa að endurmanna kjörstjórn nokkrum vikum fyrir kosningar. Við erum auðvitað minnug þess sem að gerðist hérna í norðvestu kjördæmi í kjölfar alþingiskosninganna og það að vera að manna allar þessar stöður með óvönu fólki, það vekur hjá manni óþæginda tilfinningu. Það býður hættunni heim. Maður situr svolítið uppi með þá tilfinningu, já. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga sagði í hádegisfréttum útvarps að endurskoða þyrfti þessar reglur. Valgarður tekur í sama streng. Ég held að þurfa að endurskoða þetta, sérstaklega með tilliti til svona fámennari sveitarfélaga. Við erum nærri 8.000 manna bær og ekki nema 3 listar í framboði. Þannig að ég get reitt ímynda mér að þetta valdi vandræðum víðar heldur en bara hjá okkur. Fulltrúi Pírata í fjárlaganefnd segir að kynning á fyrirkomulagi við sölu á hlutabréfum ríkisins í Íslandsbanka hafi verið algerlega óviðunandi. Annaðhvort hafi verið mistök að ræða eða þingið hafi verið blekkt. Framkvæmdin við söluna hefur verið harðlega gagnrýnd eftir að listi yfir kaupendur var birtur í vikunni. Meira en helmingur fjárfesta keypti fyrir minna en 100 milljónir. Minnsta salan var einungis fyrir 1 milljón. Þetta kom nefndarmönnum í fjárlaganefnd á óvart. Tilboðsferlinu, aðferðinni lýst þannig að það sé til þess að selja svona stóra hluta, ná eigendum inn í Íslandsbanka. Við vorum alltaf að búast við því að það væri þetta skref, það væri búið að selja þessari dreifðu eignaraðild, búið að selja 24.000 aðilum og bæta við 209 þar við ekkert að bæta neitt í dreifðu eignaraðild. Núna átti að fá mögulega framtíðar eigendur bankans, en niðurstaðan var ekki þannig. Þetta kom öllum á óvart. Í greinargerð fjármálaráðherra sölu aðferðina segir meðal annars er að ræða langalgengustu aðferðina við sölu á stórum hlutum í skráðum félögum á markaði og er þá veittur lítilsháttar afsláttur og ástæða þess sú að verið að auka framboð bréfa og óska eftir því að hæfir fagfjárfestar
kaupi stærri hlut. Björn segir að kynningu á framkvæmdinni hafi verið verulega ábótavant. Annarkvort bara var áætlunin svona, þetta átti að verða niðurstaðan og einhver staðar einhver að miskilja eitthvað, eða þá bara einfallega að það verið að bara blekka ykkur sko. Sala á 35% hluti í bankanum í fyrra sumar hefur einnig verið gagnrýnd en þau hlutabréf hækkuðu rúmlega 30 milljarða á nokkrum mánuðum. Bankasýslan hafi þetta aukið eftir fyrri söluna tímalist og mínum að þetta ráðherra líka. Emmanuel Macron sigurstranglegastur í fyrri umferð frönsku forsetakosningana. Frakkar gengu að kjörborðinu í dag og völdu á milli 12 frambjóðenda en aðeins 2 þeirra komast áfram í seinni umferðina eftir 2 vikur. Samkvæmt útgönguspám þá verða það Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Macron fær 28–30% atkvæða sem meira en hann mældist með í könnunum rétt fyrir kosningar og Le Pen fær 23–25%. Búist við að kjörsókn verði heldur dræm en margir kjósendur voru óákveðnir áður en þeir gengu inn í kjörklefan og fannst heldur margir í framboði. Ils sont un peu trop nombreux à se présenter. Oui. J'essaie de contrer des gens qui ne me plaisent pas, voilà. Et que je trouve dangereux. C'est eux qui décident de l'avenir de nos enfants. Pour que j'ai pas envie que n'importe qui tombe président de la République. Ça fait 5 ans qu'on a des problèmes avec il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu une casse sociale incroyable. Donc, Vous avez voté contre le président alors? J'ai voté contre le président, ouais, tout à fait. Ouais. Brunavarnir Suðurnesja vinna enn að því að slökkva eld í timburhaugnum á lóð Íslenska gámafélagsins í Reykjanesbæ. Það kviknaði í haugnum þegar flokkunarstöð gámafélagsins varð eldalaust fyrir hádegi í gær. Flokkunarstöðin gjörónýt en mikill eldsmatur var á lóðinu og hefur slökkvilið átt í fullu fangi með að slökkva í glæðunum. Gröfur og stórvirkar vinnuvélar hafa verið notaðar til að moka hauginn niður, auk þess sem Brunavarnir Suðurnesja hafa fengið mannskap frá slökkviliðinu í Grindavík. Samkvæmt upplýsingum frá Brunavörnum Suðurnesja gert ráð fyrir að slökkvistörf standi langt fram á kvöld. Metfjöldi Íslendinga verður á Tenerife páskana. Tölur kortaveltu sýna að utanlandsferðir hafa tekið yfir pallagerð og aðrar framkvæmdir sem Íslendingar voru iðnir við þegar COVID-bylgjan reis sem hæst. Þráin eftir birtu og yl rík í Íslendingum eftir langan og dimman vetur. Það skemmta sér allir þegar þeir sjá falleg blóm og sumir stökkva upp í flugvél til að komast á sólríkar strendur. Einkaneyslan komin á flug á ný eftir lægð á meðan heimsfaraldurinn stóð sem hæst. Breytingar sem urðu á neyslumynstri Íslendinga í faraldrinum hafa gengið tilbaka að miklu leyti. Ég held að skýrasta dæmi það sé að frá 2017 vorum við að sjá met í kortaveltu Íslendinga á ferðaskrifstofum og fyrir skipulaðar ferðir. Hátt í 2 milljarðar í mars og það mjög skýr vísbending það. Við erum svolítið á leiðin aftur í svipað horf, hversu langt það fer og hvernig það spilast í samanburði við það sem að gerast til dæmis með olíumarkaðið sem gerir ferðalög dýrari, aðeins eftir að sjá það en þetta stór og mikil breyting. Uppselt á alla staði í beinu flugi í sólum páskana. Fólk bókar gjarnan lengra fram í tíman en áður og vill hafa vaðið fyrir neðan sig að sögn Þórunnar Reynisdóttur, forstjóra Úrvals útsýnar. Einnig bókað meira í gegnum ferðaskrifstofur en verið hefur síðustu ár. Það sem réttarstaða fólks ef koma þar til endurgreiðslna betri að sögn Þórunnar. Þegar heimsfaraldurinn stóð sem hæst voru þeir fjölmargir sem hófu framkvæmdir af ýmsum toga og annríki var í byggingaverslunum. Tölurnar nú sýna þróun í aðra átt. Heimilin aðeins að slaka á því að fara og kaupa pallaefni virðist vera og versla versla raftæki og allt þetta sem keyptu svo mikið af í COVID þegar enginn gat farið til útlanda eða út að skemmta sér að tónleika og svo framvegis. Þannig að þetta að fara í svipað horf að einhverju leyti eða jafnvel nánast öllu. Úrgangstimbur og grisjunarviður úr skógum landsins hefur lengi vel rotnað engum til gagns. Á Eskifirði hefur verið byggð upp verksmiðja sem breytir timbrunni í viðarperlur sem hentugt eldsneyti til að hita hús, stofnanir og sundlaugar. Á Austurlandi fellur til mikið af úrgangstimbri.
Fiskiðjuverin í Fjarðabyggð eru stórnotendur vörubretta og þá kemur talsvert frá Fjarðaáli á Reyðarfirði og PCC á Húsavík. Í verksmiðju tandrabretta á Eskifirði timbrinu safnað saman og því breytt í viðarperlur. Þær eru notaðar í sérstaka brennara sem kynda hús og knýja iðnað. Nýverið var tekin í notkun perlubrennari í Neskaupstað. Hann knýr fjarðvarmaveitu staðarins og kom í stað rafmagns og olíu. Þannig hitar orka úr timbrinu, sundlaugina, sjúkrahúsið, verkmenntaskólan og fleira. Viðarperlurnar verða einnig nýttar til kyndingar á Hallormstað. Brennari komin í gagnið við félagsheimilið í Fljótsdal og í kornþurrkun í Vallanesi, svo eitthvað sé nefnt. Já, það eru gríðarlega möguleikar. Það er víða fjarvarmaveitur þar sem verið að brenna jafnvel olíu og þetta auðvitað bara vara sem orðin til og sjálfsagt að nýta hana. Við brunan losnar kolefni í andrúmsloftið, en hefði gert það hvort sem Ef að timbrinu ekki brennt, þá rotnar það einhvers staðar og það losar kolefnið, en það þá einhvern til gagns. Í þessu tilfelli má raunverulega segja að hitinn sé hliðarafurð í hringrásinu. Ólíklegt að skortur verði á hráefni. Á Austurlandi fellur til mikið af gresjunarvið úr skógum og á bara eftir að aukast. Til þessa hefur ekki verið nein leið fyrir það timbur í neina nýtingu og mínar upplýsingar segja að það sé talsvert mikið af skógum sem þarf að grísja hreinlega bara til þess að þeir skemmist ekki. Gaman að segja frá því að með ferjun að koma skógarhöggsvélar til að grísja. Það óhemju magn til af skógi sem hægt að nýta í þetta, sem ekki hægt að nýta í annað en svona iðnaði eins og eldsneyti. Menningarlíf komið á fullan skrið aftur og ljóst að fólk þyrstir í að koma saman. Viðburðarstjóri Menningarfélags Akureyrar segir gleðilegt að geta haldið viðburði og sérstaklega þá sem búið hafa verið að fresta mörgum sinnum. Þó að sé heldur tómlegt að lítast í Hamraborg í Hofi þessa stundina heyrir það til undantekninga því að viðburðarhald komið aftur á fullt skrið eftir 2 mjög erfið ár. Menningarfélag Akureyrar rekur leikfélag, sinfóníuhljómsveit og menningarhúsið Hof. Starfsemin lá að miklu leyti í dvala í faraldrinum en fljótlega upp úr áramótum fóru bókanir að streyma inn aftur. Eins og núna bara í mars, þá bara allt komið á fullt. Við erum með tónleika, stóra tónleika og við höfum verið með stóra ráðstefnur sem við erum þegar búin að halda. Þannig að fólk algjörlega tilbúið til að koma í hús, margt saman. Viðburðahaldarar í Hörpu í Reykjavík segja svipaða sögu. Ástandi sé þó svolítið óvanalegt því enn sé verið að reyna að halda þá viðburði sem endurtekið var frestað í faraldrinum líkt og í Hofi. Við erum að taka inn auðvitað viðburði sem við erum búin að fresta kannski 3 sinnum frá 2019, jafnvel 4 sinnum. Þannig að það líka svo ánægilegt að geta tikkað í þau box að þeir séu bara búnir og við höfum getað haldið á fyrir fullu húsi. Í faraldrinu voru miklar áskoranir sem viðburðahaldarar þurftu að taka tillit til. Það voru fjöldatakmarkanir, 1 metilsregla, 2 metra reglan, grímuskylda og hraðpróf. Bæði viðburðahaldarar og við erum orðin býsna sjóið í því að breyta þá. Mikið kapp var lagt á að efla tæknibúna þannig að hægt var að streyma tónleikum, sýningum og fundum. Það sé viðbúið að þau muni halda áfram samhliða hefðbundnu viðburðahaldi. Faraldurinn hafi kennt okkur að nýta tæknina betur. Hins vegar það líka það að maður manns gaman og fólk vil hittast í raunheimum og það hafa líka bara viðburði síðustu vikna sýnt okkur. Reykjavíkur skákmótið stendur nú yfir í Hörpu. 245 keppendur frá 40 löndum taka þátt í mótinu þessu sinni. Þetta í fyrsta sinn sem Grænlendingur tekur þátt fyrir hönd sinnar þjóðar. 9 umferðir eru teldar á mótinu á 7 dögum. 22 stórmeistarar taka þátt. Yngsti keppandinn 8 ára, sá elsti 8 Keppt undir grænlenska fánanum á alþjóðavettvangi í fyrsta sinn á Reykjavíkur skákmótinu. Grænlendingar hafa einnig í hyggju að sækja aðild að alþjóða skáksambandinu FIDE til að þeir geti telt á Ólympíuleikunum undir eigin fána. Jo, det en stor oplevelse, så det jo der sådan set næsten aldrig store turneringer i Grønland, så det et stort begivenhed, der her lige nu for os i hvert fald. Især for mig. Jamen, vi vil jo gerne have vores egen skakunion i Grønland. Og det jo lidt svært. På den måde der bliver vi nødt til at reklamere det lidt for at komme videre med vores udvikling. Þetta fyrsta Reykjavíkurmóti hérna síðan 2019. Það gerðist svolítið í millitíðinni sem truflaði okkur. Þannig að
Og þetta er eitt fyrsti stóri viðburðurinn, skákviðburðurinn sem haldinn er eftir COVID. Það eru margar hörkuskákir, það eru 120 skákir í gangi og hart barist víða. Áhorfendur eru velkomnir í Hörpu. Hægt er að fylgjast með skákunum á skjá. Og það var veðri, norðaustan og austan 10 til 18 metrar á morgun. Það verður hvassast syðst en hægari vindur landið austanvert. Það verður dálítil rigning eða snjókoma við suðurströndina og stöku él fyrir norðan. En þurrt landið vestanvert. Hiti verður að 7 stigum og það verður mildast suðvestan til. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Hún fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum en það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Skautafélag Akureyrar tryggði sér í gærkvöld Íslandsmeistaratitilinn í íshokkí kvenna í 20. sinn. Hún er ólýsanleg, þetta er bara frábært. Lokadagurinn á Íslandsmeistaramótinu í sundi í 50 metra laug var í dag. Kvennalið KA í Blaki fekk afhentan bikarinn fyrir deildarmeistaratitilinn eftir góðan sigur á HK. Árum kveðum ykkur er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þúsundir íbúa Austur-Úkraínu flýja heimaborgir sínar af ótta við hörð átök. Árásir á þá sem flýja stríðsátökin hafa vakið óhug. Erfiðlega hefur gengið að manna kjörstjórnir víða land eftir að ný kosningalög tóku gildi. Sveitarstjórnarmaður segir það vekja óþægindatilfinningu að þurfa að manna kjörstjórnir með óvönu fólki. Annaðhvort var misskilningur við kynningu á söluferli Íslandsbanka eða að þingið var blekkt. Þetta segir fulltrúi Pírata í fjárlaganefnd. Nefndinni skildist að selja ætti til stórra aðila en ekki lítilla fjárfesta eins og raunin varð. Emmanuel Macron hefur örugga forystu í fyrri umferð frönsku forsetakosninganna samkvæmt útgönguspá. Búist er við að Marine Le Pen mæti honum í seinni umferðinni eftir 2 vikur. Íslendingar keyptu ferðalög með ferðaskrifstofum fyrir 2 milljarða króna með greiðslukortum í marsmánuði sem er nýtt met. Fjöldi fólks dvelur í heitari löndum páskana. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma er lokið. Við þökkum ykkur samfylgdur helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Það kom upp hugmynd hjá tónlistarkennum okkar að halda tónleika með bubbalögum. Landinn ferðast Ísland og heilsar upp á skemmtilegt fólk sem fæst við áhugaverða hluti. Hringfarin eru heimildaþættir